Ágætu yndislegu áhorfendur og vinir, bræður og systur. Við erum komin hérna saman í erindun okkar að heyra í Drottni og auðvitað vænta þess að hann byggja okkur eitthvað upp og gefa okkur eitthvað eilítið inn í trúgöngun okkar þannig að styrkist. Og það er alltaf markmið, það er að styrkjast á sinni trú og verða sér örlíti meira meðvitaður hvað er í gangi en var í gær, og þetta eru vaxtarsprotarnir okkar, eilítið á hverjum degi og svo eftir langan tíma á göngunni þá voru þetta orðið svona svolítið, en samt er kurvan þannig að hún er ekki nálagt í orðin full eða fatan eða hvað við segjum, og hún er kannski svona orðin vel botfull og það er nú, ef þú horfir ofan í fötu þá sérðu nú að vantar nú orðið all mikið upp á hún fyllist. En nokkri dropar í dag gera að verkum að þeir viðbætist, og ef við erum það hyggið fólk að þá gufa þessi dropar ekkert upp. Nei, þeir viðhaldast sem þekking á því sem Drottinn er að gera. Og þekkingin að hún hjálpar okkur við að skilja út á hvað þetta gengur. Trúin og kærleikurinn frá Drottni gerir að verkum að við förum að hugsa þetta, tala þetta og álykta út frá þessu kærleika, og þá fáum við kærleikan út í verki. Og þá ferð þú að geta hort á manneskju aðra, hvern sem er, út frá kærleikanum, og getur því sagt eins og Drottinn, eða var sagt Drottinn, horfði á hann og hana með ástúð. Hann horfði á manneskjuna í gegnum augum kærleikans og útkom orðið ástúð. Hún bara þótti vænt hana bara að því að sjá hana. Af hverju? Og hann gerði sér grein fyrir því að þarna var sköpun Guðs. Þetta gerir kærleikurinn. En þekkingin út frá orði Guðs hjálpar okkur við öll þessi verk. Og líka annað sem er líka merkilegt og gott, að orði dæmir hugsanir okkar og gjörning. Það dæmir mig, sé ég ekki að gera rétt, en það líka hampar mér, sé ég að gera rétt. Hampar mér að því leyti til að ég verð sæl manneskja. Dæmir mig, orðið. Og að því að orðið dæmir mig, dæmi ég sjálfur engan mann. Ég læt bara orðinu það eftir. Því að það dæmir, og þannig talar það við okkur, og það er ekki við það sakast, förum við ekki eftir því. En við erum hér að við viljum fara eftir orðinu, og skipulagið hjá Drottni er þannig að hann notar hvern sem er til að gera hvað sem er í sínum söfnuði. Þú hefur hlutverk og þú veist hvort þú ert í þínu hlutverki eða ekki. Ræktaðu það í gegnum þín kærleika. Ræktaðu það út frá þinni trú í gegnum kærleikan, því að þjónustan er mjög merkilegt fyrirbrigði. Hún setur hvorki mig að þig yfir, þannig þú getur skipað og skammað til hægri og vinstri eða þú vilt. Það er ekki verkefni kærleikans, það er ekki verkefni þjónustunnar. Þjónustan er að annast fólki sem er að koma. Það er þjónustan. Og þjónn á að hafa til brunns að bera ákveðið frá hæðum, þarf því að læra sína leksíu rétt eins og annað trúa fólk.
Þannig að þjónninn hefur ábyrgðar hlutverkið að gegna og ætti ekki að vera í stöðinni nema að því að hafa til þess hæfileika. Og hver hefur hæfileika? Ég veit það ekki. Mitt mat og hæfileiku manna gæti verið á skjön við það sem Drottinn sér. Og þess vegna segi ég bara, Drottinn, þetta er þitt verk, veldu það fólk í stöðurnar sem þú vilt að séu þar. Og þá koma alls konar menn og konur fram og yfir sömu kannski hristi í höfuði, svona með sjálfum mér. En Guð forði mér frá því, en ég er náttúrulega bara maður og get alveg álykta sem maður. En hann veit hvað henn hefur sett í, því hann sett hann og hana inn í þennan söfnu til að gegna ákveðinni þjónustu þar. Þá set ég ekkert upp bara varnarkerfi og segja nei takk. Hann setur menn í stöðunar, hann tekur menn úr stöðunum. Og þá verður við stundum hissa þegar menn eru að yfirgefa sína stöður. Engin maður kom það nálægt, Guð sjálfur gerði það. Hann mun líka gera það við mig ef ég fer að skandalera eitthvað með mína trú. Sem og ástæðan fyrir að ég er hér að uppörfa sjálfa mig, fræða sjálfa mig á orði Guðs, og Drottinn er svo góður við okkur, hann leyfir þér að fræðast með mér af því sem hann er að fræða mig af. Og aldrei er að vita nema það sem hann er að uppörfa mig með og kenna mér að það gagnist hér líka. Þessna erum við að þessu. Í upphafskafla Lúkasar guðspjalls kemur fram merkileg kennsla sem segir okkur frá því að Lúkas þessi sem var læknir var, ég er náttúrulega búinn að kanna það sem aðrir höfðu gert í skrifum, og hann velur fyrir sjálfan sig, auðvitað Guðs vilja, að fara sjálfur og kanna málið. Hafði þetta líklega allt í höndunum sem að aðrir voru búin að fjalla um þetta mál, þekkti söguna frá upphafi til enda, því hann var einn í hópnum með Kristi, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Þannig að þekkti þetta frá eigin hendi, sá þetta með eigin augum, en sér aðrir eru búin að gera þetta líka, og hvort sem að hann hafi hrist höfuð yfir því sem hann las, sjálfsagt hefur verið til hellingur af ónothæfu efni, en líka til hellingur af nothæfu efni, og hann sem sagt fer yfir til dæmis það sem að hin guðspjöllin segja og tekur einhvað af þeim guðspjöllum yfir til sín, yfir Lúkasar guðspjallið. Af hverju? Af því hann var að fjalla sama efni og sá að það sem að hin guðspjöllin voru búin að skrifa var bara rétt, og engin ástæði til þess að vera neitt að endurrita það kannski bara flýta fyrir sér sjálfu með því að gera þetta þannig, og þannig kannski hafa allir því að sum guðspjöllin eru með sama á milli guðspjall, og það er bara eitt svar við því að þeir sá að þetta, þannig bara var þetta, þeir kannski voru á staðnum og sá að þetta er bara alveg rétt lýsing þarna, þannig við þurfum ekkert að vera neitt að endurskrifa það. En öll guðspjöllin eru líka með þeim ágæta hætti gerð að það kemur nýtt inn í þau öll sem er ekki hinum. Af hverju? Líklega vegna þess að sá sem að skrifaði, sem Lúkas þarna, sér að þarna vantar inn í pakkan. Hann bætir við í Lúkasar guðspjalli. Þó að þar séu nokkur atriði úr hinum guðspjallunum, að þá kemur hann með frá sjálfum sér, að því að hann var á staðnum, sá þetta með eigin augum, heyrði þetta með eigin eyrum og vissi hvað máli snerist. Svo segir í upphafskaflanum að hann hafi kannað þetta allt ofan í kjölinn. Hann vann sína undirbúningsvinnu
lasa sem að var búið að gera og fer svo sjálfur að skrifa fyrir Þefólius til að hann geti sjálfur bara miða við það sem að þegar komið og metið sjálfur. Engin boð og bönn, hann bara setur þetta upp í hendurnar honum, segjum ég sé maður, Konráð, hér þetta sem ég var að gera og hér er hitt sem hinn eru búin að gera, bara lestu þetta og dragðu þínar ályktanir sjálfur. Og þannig er Guðspjallið uppbyggt og öll Biblían að ég, að því hún er skrifið fyrir mig, dreg mínar ályktanir sjálfur. Af því að Guð hefur sett þetta þannig fram. Og í dag er ég fylltur heilugum anda með öll skilyrði í mér til jafns við Lúkas, Matteus og Markus á að sjá þetta rétt. En það sem að ég þarf til að sjá þetta svona, að gera þetta svona, er þessi trú. Ég verð að treysta því að þessir menn hafi verið heilir menn, drenglundaðir menn sem hafi skrifuð það sem var, skálduð ekkert. Og það er til enn þann dag í dag sem betur fer fullt af fólki sem tekur saman efni og lætur ekkert frá sér nema að hafa kannað ofan í kjölinn, og ef það næri ekki að komast til boss í málunni þá sleppa þeir því. Þetta er að gera allir vandaðir fræðimenn. Og ég trúi því að þetta hafi verið menninni sem voru þessir vönduðu menn, létu ekkert frá sér fara nema vera 100% vissur það að nákvæmlega þannig væri þetta. Þannig við getum alveg ímyndað okkur að fullt af efni sem að þeir hefðu kannski vilja hafa með, en er ekki þarna að því einu að þeir gátu ekki kafa til boss í málinu. Það voru kannski of mörg vafaatriði og þeir þar að leiðandi sem bara drenglundaðir menn, viljandi segja sannleikan, gátu því miður ekki nota. Og þetta er enn í fullu gildi, þessi afstafa. Því að þó heimurinn sé óheiðarlegur og allt saman það og ljúi út í eitt, oft á tíðum, þá var innanum í þessum heimi fullt af fólki, drenglunduðu fólki sem er bara að vinna sína vinnu og er heiðarlegt og vill bara gera það vel sem það er að gera. Og ef þú vill gera einhvað vel, þá náttúrulega fyrst og fremst ertu með þetta bara rétt og satt. Það er að gera vel. Og það eru fullt af mönnum og konum í dag sem vilja bara gera vel. Rétt eins og þessir menn. En að því að þetta er svo langt liðið, þá þarf ég að vera með ákveðin grundvallar atriði lagi á mér. Ég þarf auðvitað að treysta því að þessir menn hafi gert þetta það sem þeir sáu, heyrðu og vissu að var eins og við erum að lesa í bókinni, og annað sem er miklu mikilvægar í raun, það er það að trúa því, vita það, vera vissum að Drottinn vakir sjálfur yfir þessu. Það skal vera minn styrkur í þessu öllu saman. Og heilagur andi í mér, trúi mín og það sem ég hef lært á minni göngu, segir mér að svo sé. En allir góðir fræðimenn, ritarar og skrifarar sem taka saman efni sem vilja láta taka mark á sér, fara svona í hlutina. Þeir kanna, þeir skrifa eftir að hafa komist að þeirri niðurstöðu að nákvæmlega svona var þetta. Og þetta getur skýrt það hvers vegna er svona fullt að sögu að nokkra sögur úr Guðspjöllunum finnast í hinum Guðspjöllunum. Að ég lít svo á að þeir hafa bara sagt, já þetta var bara svona, þetta er alveg rétt og ég get bara nota þetta bara, það er ekki að vera að skrifa þetta neitt aftur. Og þeir hafa líka komist að þeirri niðurstöðu að þetta væri bara partur af því sem þeir ætluðu að segja. Þannig að þetta voru drenglundaðir menn
sem að gerðu þetta, heilir í sinni trú. Hvort sem þeir sáu til framtíðar, kannski gaf Guð þeim að sjá þessi verk sín til framtíðar, ég veit ekkert um það, en hvort sem að þá voru þeir heilir sjálfur. Og eins og vorum að tala um áðan, að þá eru Guðspjöllum, þetta veistu með mér, að þau eru með fullt af sögum úr hinum Guðspjöllunum, en öll líka með einhvað sem hinn hafa ekki. Og það er einhvað sem að viðkomandi hefur séð að vantað inn í, vissi af og skellti fram. Allt það sem þú sást með augunum, heyrðir með eyrunum og þreifaðar á með höndunum, það er í þessari bók. Þessin er hún svo merkileg. Og umfram allt það, þessi vissa mín, að Drottinn vakir sjálfur yfir sínu orði. Ég er mjög þakkláttur fyrir það að hafa fengið þetta svona rótfast í mitt hjarta, að svona er þetta og ekki öðru sig. Og eins og ég sagði líka áðan, það skal vera minn styrkur. Og þetta gerir mig rólegan af lesturunum og ég treysti bara Guði. Ég þarf ekkert að treysta hann einum mönnum. Ég treysti bara Guði fyrir því sem hann er að gera. Er líklegt, elskuðu vinir, hann sé með svikara við það að rita sitt orð. Sá sem vil breyta orði Guð, hvað er hann annað en svikari? Er það líklegt að Guð ljái máls á því að þetta geti yfir höfuð gerst? Hvað er þá vendin sem hann lofa mér? Ef það er mögulegt. Það er ekki mögulegt. Og væri búið að skrumskjala orðið þvílíkt að þetta væri bara drasl. En orðið er heilt. Það er eins og það hefur alltaf verið. Af því að Jesú lifir í dag. Svo lesa hérna aðeins í Guðspjöllunum, í þessu Lúkasa Guðspjöll, byrjum á því. Þetta er mjög merkileg kennsla og segir okkur það skýrum stöfum að þetta er ritað af mönnum sem voru gangandi á þessum tíma, voru í hópnum, sáu Jesú, hefði getað lýst honum, heyrðu röddina, þekktu röddina, hefði jafnir getað lýst henni, heyrðu orðin og sáu kraftaverkin, og þeir eru að lýsa þessu. Sjónarvottur á staðnum. Og svo sem er heill í sínu hjarta lýsir því eins og þetta er. Hvað gerir ekki íþróttamaðurinn, fréttarittarinn á vellinum sem er lýsa leik? Hann lýsir því sem hann séð. Er lýsing hans röng? Ég efast að til sér svo maður sem haldi því fram. Allir vita að hann er að lýsa því sem hann sér og er að horfa á í þessum tölvum orðum. Þessi menn er að vísu ekki að tala, lýsa þessu á vettvangi. Þetta er allt skrifa eftir að Kristur er krossfæddur og stiginn upp og heilagandi gefinn, því að þeir skrifa þetta undir afli heilagsanda sem hjálpaði þeim við að rifja upp það sem gerðist. Þannig að þetta er verk Drottins frá A til Ö, þó þess og hinn maðurinn hafi skrifað þetta. Og lét þá lýsa því sem þeir urðu vitni að. En það segir Drottinn það sjálfur, akkur þetta spyrja mig um þetta hvað ég sagði. Farðu bara til fólksins og láttu það segja það sjálft hvað ég hef verið að segja. Þetta segir hann við, var það ekki Pílatus? Eða einhvað af þessum mönnum sem voru á yfirherrana þegar var búið að handtaka hann. Það er nákvæmlega þannig sem Guðspjöllin eru skrifuð. Bréfin eru annað, það er svona líf postulana. En Guðspjöllin eru líf Drottins á meðan hann var hérna. Sem eru þetta grunnurinn undir sjálfri kirkjunni. Hitt er fyrir mig til þess að lifa uppréttu kristnu lífi.
því að þeir eru raunverulega að skrifa þetta fyrir sjálfan sig, því að þeir vildu eins og ég lifa kristnu uppréttu lífi, en sáu það að þeir eru að fá til þess hjálp og aðstoð, og tilverða bréfin sem að koma eftir byrja í Postulasögun og enda í Opinberunarbókinni. Þetta er mjög merkilegt að huglega þetta með þessum hætti, að Drottinn er með þetta allt á hreinu. Kannski að grunnur kirkjunnar sé Guðspjöllin, en allavega Guðspjöllin líf Drottins hér á jörðinni, og alveg eðlilegt að það sé gert með þeim hætti, því að Heilagur Andi er ekki gefinn á meðan að Kristur er sjálfur hérna. Hann kemur ekki fyrir eftir að hann er farin, og í loftstofunni 40 dögum eftir að Kristur er stiginn upp til himna. Þá má segja að kirkjan hafi verið stofnuð, en þannig er verið að leggja grunninn að því sem koma skildi, sem er, með því sem Kristur er að gera. Hann lagði allan þennan grunn, og postularnir byggðu ofan á þann grunn sem Kristur var búinn að leggja fyrir. Og þau hjálpa mér, bréfin, að vera kristinn maður, skilja út á hvað þetta gengur betur, og svo framvegis, og þá er mér við færri áföllum hætt, og það hlýtur alltaf að vera markmiðið. Við skulum lesa hérna aðeins. Það er fyrsti kafli og fyrsta vers, byrjum það, lesum hérna nokkur vers. Margir hafa tekið sér fyrir hendur að rekja sögu þeirra viðburða er gerst hafa meðalaka. Þarna segir hann það. Margir eru búin að vera að skrifa það sem að gerðist, og ég er nokkuð viss það að sumt hefur verið ótækt, annað hefur verið lagi með, og í þriðja lagi þá velur hann fyrir sig þessi maður að gera það líka fyrir þennan Þefólius, til þess að hann geti sjálfur fengið að bara meta þetta fyrir sig. Þannig er Guð. Hann treystir mér fyrir því, segðu þetta með mér, hann treystir mér fyrir því að meta rétt það sem ég er að lesa. Af hverju? Hann gaf mér visku, hann gaf mér trú, hann gaf mér áhuga. Segðu þetta með mér öll þessu orð. Og ég þarf á þess að halda verkinu áfram, sem er að fræðast Guðs veg. Þá þarf ég þetta áfram. Og þá er aldrei að vita nema ég geti hort á manneski, mann og annan, með ástúð. Því að þessu sprettur kærleikurinn, vegna þess að þetta er trúar styrkjandi, að þekkja Jesú betur. Hver efast þetta? Enginn sem þekkir Jesú efast þetta. Gerir hann það? Það veit ég ekkert en ég veit bara að margir gera það, kannski ekki allir, og þeir sem ekki gera það, þeir geta bara að byrja núna að taka sér taki og ganga í sig, sleppa meira af heiminum frá sér og eiga þetta líf með Drottni sem það er að biðja í raun og veru bak við þetta allt, en gengur kannski ekki mjög vel að lifa. Þetta er vinnan. Les fyrsta versi aftur. Margir hafa tekið sér fyrir hendur að rekja sögu þeirra atburða er gerst hafa meðalaka. Samkvæmt því sem þeir menn hafa flutt okkur er frá öndverðu og voru sjónarvottar og urðu þjónar orðsins. Sjónarvottar. Heill maður sjónarvottur, hvað gerir hann annað en að skrifa bara það sem hann sér og heyrir? Það er til drenglunda fólk hefur alltaf verið, og það er líka til í dag. Og drenglunduð manneskja, hvort sem er karl eða kona, lætur ekkert frá sér fara nema vera vissum að svona var þetta og ekkert öðru sig. Og þetta er fólkið sem Reit skrifaði til að mynda Guðspjöllin. Það lét ekkert frá sér fara nema vera 100% vissum að svona var þetta. Og þetta er ástæðan fyrir því, eins og ég sé það, að það eru sögur á milli Guðspjalla í hinum Guðspjallan. Þeir þurfti ekkert að vera neitt að eiga neitt við það. Og þeir gátu nota það eins og kom fyrir að kunni, svo má segja. En bæta allir við frá sjálfum sér.
og að stofni til og að svona mestu leyti hygg ég, þess að ég hef kannað það, að þetta sé svona sitt hvort frásögnin þó við finnum sögur á milli í hinum guðspjöllunum. Nema Jóhannesar guðspjall, það er undanskilið þessu því að það er bara alveg sérstakt guðspjall sem ekki tinna guðspjallana er með. Og kannski til þess að fylla í eyðurnar sem þessi 3 guðspjöll á undan höfðu ekki. Kannski var það hugsunin, en auðvitað er ég bara að hugsa upp á. En ég veit það að Guð sér fyrir öllu. Og fyrst og fremst gerir hann það sem er 100% áreiðanlegt. En hér reynir á mína trú. Trúi í þessu? Ég trúi þessu, já. Hef alltaf gert. Hef alltaf verið alveg sallarólugu fyrir þessu atriði, þó ég sé kannski ekki sallarólugu fyrir öllum atriðum. Þá hef ég alltaf verið sallarólugu fyrir hvað þetta atriði áhræri. Ég hef aldrei haft neinar efasemdir uppi það. Aldrei. Og Guð gefur mér að ég hafi það ekki. Ég verða að treysta Guði fyrir því að hann standi við sitt. Ég bara verða að gera það. Hverju treysti ég þá ef ég treysti ekki einu sinni Guði fyrir því að hann hafi þetta lykil atriði sem er orðið í lagi? Það er ekki rökrétt að álykta annað en að þetta sé bara eins og Drottinn setti það fram. Það er bara ekki rökrétt. Bara elskuðu vinir, verði bara því miður að gleðja þeim með þessu. Það er ekki rökrétt. Lesum meira. Nú hef ég hugsað kostgæfilega allt þetta frá upphafi og réð því einnig af að rita samfellda fyrir þig, Gufi í Þefalus, svo þú megi ganga úr skugga sannindi þeirra frásagnar sem þú hefur fræðst um. Hann er bara að tala við þig og mig. Mettu þetta sjálfur og sjálf hvað þú ert að lesa og stattu bara á því út frá þinni trú. Því við verðum að treysta einhverju, við verðum að trúa einhverju. Ef við trúum ekki einu sinni þessu að þetta sé nú eins og á að vera, hvar er þá trúin okkar? Þá er hún öll bara í lausu lofti, og það sem er í lausu lofti svífandi þarum, það bara fíkur þangað sem vindurum fer. Hvað er þá kletturinn sem Kristus segist vera með trúna mína á og gaf mér til að ég geti verið með trúna mína á einhverjum kletti? Fór hún þá? Hún er undir mínum fótum, eða kletturinn er undir mínum fótum, ég veit ekki með þig. En þessu treysti ég. Og ég treysti því að það sem að Lúkas er að segja sé það sem hann nákvæmlega sá. Heyrði, þreifaði á með höndum sínum og setti sumt úr öðrum guðspjöllum í sitt guðspjall, en fyllti í eyðurnar þar sem að sá að það vantaði. Hann hefur getað sagt sem svo, já, hérna, já, þeir eru ekki með hérna þetta atriði. Ég ætla að setja það fram. Ég man ekki hvort að til dæmis þegar hann er að vitja, engillin er að vitja konu Sakari, ef hann ekki, sem voru þeir eru nú með það. Hann gerir það allavega mjög miklu ítarlegra þar í sinni útgáfu í Lúkasar guðspjalli. Það er líklega einna ítarlegast frásagan af fæðingu Jesú og hvernig þetta allt saman bara heldur en í hinum guðspjalli, ef það er. Ég man ekki bara hvernig það mál er vaxið. Ég heldur geti nú eitthvað smávegis það, en ekki nálægt eins ítarlega. Þarna sjáum við það að hann hefur séð það að þarna vantar alveg helling inn í myndina til þess að menn fái einhverja heildar mynd á dæminu og hann bara gerir það. Þessn erum við með söguna fæðingu Jesú, Jóhannes þegar hvernig hann kom og allt þetta gerðist og sjáum þetta kraftaverk. Það er annars vega rík fullorðin manneski, orðin gömul kona sem verður þunguð, og það er ekki hægt fyrir gamla konur að verða þunguðar og það vitum við vel og við bara lífið segir okkur það,
og svo hann með annars vegar úlingsstúlku, rétt nýlega orðin kynþroska, eða kannski orðin kynþroska svona fyrir stuttu síðan, og hann notar hana til að fæða Jesú. Við sjáum að hann með fólk á sitt hvorum endanum lífsins, fólk sem nýbyrjað að ganga sína göngu og fólk hinum megin sem bara við endir dagana. Kraftaverk, elskuðu vinir. Og hvað hann að segja með þessu? Ég geri það sem ég vil gera sjálfur. Má ég þá gera það sem ég vil sjálfur? Nei, ég hef orðið til að fara eftir. Ég ekki Guð. Hann setur það á mína herðar að fylgja sínu orði og segir mér líka að þar bíði mín heillin. Það í gegnum orðið. Þessin erum við að sitja við fætur Drottins að við viljum skilja þetta betur. Við viljum fatta það betur hvað máli snýst. Þá kannski komumst við að því að sumt sem við verðum að halda fram stenst ekki orð Guðs. Bara til í okkar eigin hugskoti eða þá við höfum gripið frá einhverjum öðrum stað sem með þetta og látið þetta ganga meðal okkar, en stenst ekki orð Guðs. Það er frelsi nefnilega í Guði og ég hef leyfi til að draga mínar ályktanir af orði því sem ég les, rétt eins og Lúkas segir við Þefólius. Hann bara segir hún, dragðu svo þínar ályktanir af því sem þú ert að lesa, gjörðu svo vel. Þetta hann að tala við þig líka. Þetta er mjög merkilegt að huglega orð Guðs, hvernig sem við lítum á það, í alla staði það mjög merkilegt og líka að það þetta frelsi sem við eigum í Guði. Og annað sem Drottinn segir við mig aftur og aftur, þú ber sjálfur ábyrgð á þinni trú og enginn fyrir þig. Af hverju? Af því að ég frjáls manneskja. Það hefur raun og verið engin leyfi til þess að ráðskast með mig, hvorki varðandi mína trú eða einu öðru leyti. En ég þarf að vita það að ég þarf kannski að auðvitað að gjalda fyrir það að ranga sig ég geri, og það veit ég. Þess vegna reyni ég ekkert sem að ég veit að ætti ekki að gera. Og þú getur alveg tekið þessa afstöðu líka. Og við erum saman að læra Drottinn, erum með sama grunn, að við erum saman að læra Drottinn og getum því ályktað sjálf hvað er að vera. Ef við setjum Drottinn inn í allt sem við erum að gera, og hver niðurstaðan út úr því? Hún getur ekkert orðið neitt annað en góð. Það er ekki rétt. Jú, hún er góð. Við getum átt gott líf. Og það býr allt saman í orði Guðs og minni trú. Og ég og Jesús saman. Þetta er ekki staðlausi stafir sem hér eru sagðir, sem gangi ekki upp. Því að þeir ganga svo sannarlega upp. Ég þarf að sjá þetta sem einhvað sem gangi upp fyrir mig. Ég hef séð það margoft. Og ég veit að ef ég er gaumgæfin í orði Guðs, fyrir nálægt því eins og ég get, þá gengum við bara vel. Þess vegna er það vandinn og verkið, það er að vera sem næst orðinu á hverjum degi. Mér tekst það misjafnlega rétt eins og þér. Og ef mér tekst það ekki vel, þá líður mér raun ekkert mjög vel þann daginn. Og það er líklega sama með þig. Að því við viljum vera heil við það sem við erum að gera. Og þetta er leiðin. Það er að skilja orðið betur. Og treysta einhver stað, einhver tíma. Það er algjört lykil atriði. Heimurinn, vandi heimsins er raunverulega að hann treystir engum. Af því að það er svo mikill óheiðarleiki í heiminum. En við verðum að skilja það, þegar við erum komin til kirkjuna, þá gilda önnur lögmál þar.
hefur komið með sama evan, tortrygninu og vittlusuna og við vorum með í heiminum, þá er þetta einhvað verkefni fyrir mig og þig að fara í og vinna úr okkur. Og þá fer traustið að vaksa, og að því að traustið er að vaksa þá líka vex okkur friður. Við verðum að treysta einhverju. Við skulum bara byrja á því að treysta þessu orði. Það er góð byrjun. Því að allt hefst á fyrsta skrefinu, líka traustið. Ef þú tekur aldrei þessi skref sem heitir traust á einu eða neinu, þá myndu halda áfram að vantreysta allt og öllu. Og það er ekki góð skipti fyrir nokkra manneskju. Og Guð forði okkur reyndar frá því að vera á þessum stað. Og sjá, við skulum lesa þetta aðeins meira. 8 1 skrifa ég þarna. 8 hafa verið 11, ekki 1. 8 ég lesi ekki aftur og ekki nema ég ætla að lesa aftur og ég get svo að prófa það, en ég held að vera nú ekki það sem við viljum. Þetta átti að vera 11, en við skulum aðdóa hvað við settum þar. Já, hann er hann að vitja, engillinn að vitja sem sagt Sakaría. Hann er hann einn í innsta herbygginu því allra heilagasta. Það er svona lesa þetta bara. Eitt sinni rauðin kom að sveit Sakaría og hann þjónaði sem prestur í musturinu, þá féllaði í hlut hans samkvæmt venju prestófsins að hann ganga inn í musturi drottins og fórna reykilsi. Hann fór bara einn inn, hann mátti engin annar fara. Og Guð var að velja þann mann sjálfur. Þá féllaði á reyja, en allur fólksfjöldin var fyrir utan og bæn meðan reykilsi fórni var farið. Birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykilsis altari. Sakaría var hvert við, sín þess og ótta sló hann, hvert við. Hvað sá hann? Hann sá engil, jú, en bara mann. Það átti engin maður að vera þarna. Það mátti engin maður koma þarna inn. Þetta var það hvert við. Hann átti að segja ekki á því fyrir setna að hann er engill á ferðinni. Og enn og aftur sjáum við það að Guð gerir bara hvað sem hann vill þegar hann vill. Og hann sendir engill til Sakaría inn á þetta allra helgasta og færir honum fréttir alveg hrikalega ólíklegar að konan hans, hún Elisabeth, hét hún það ekki, er þunguð. Háöldruð manneskja, kom hún barnið fyrir kannski áratugum. Hann trúði þessu ekki. Við þekkjum söguna. Og að því hann trúði þessu ekki, svo ólíklegt sem hann var sem hann heyrði, þá misti hann málið frá þessu andartæki þangað til sveinninn var fæddur. Þá fekk hann aftur. Þetta er líka mynd upp á það að það er alvöru mál að treysta og trúa ekki orðum frá hæðum. Og engillinn sem snart Gabriel, hann hvað heit hann? Sakaría, var sendur með orð frá hinum hæsta. Hinn átti bara að taka við því. Hann átti að hafa þannig mikið þroska í þessu öllu sem hann bara tæki við því, en hann gerði það ekki. Og það kostaði hann þetta, hann var mállaus í 9 mánuði. Já, það eru afleiðingar fyrir mesta trúmann þegar hann óhlýðna Guði á því andartæki. Það geta verið afleiðingar. Þetta voru þetta alvarlegar afleiðingar fyrir mannin að geta ekki sagt neitt í 9 mánuði. Var að skrifa allar skipanir eða það sem hann vildi segja, var að setja það á blað, en hann heyrði. Það var alltaf að tala við hann. En tjáskiptum voru þessi, hann bara reyti á blað og svaraði þannig. Þangað til drengurinn er fæddur, þá líka opnast munnur hans og hann lofar Guð. Það er það fyrsta sem hann gerir með vörum sínum þegar hann er búinn að fá málið aftur. Hann lofar Guð. Og það er líka til eftirbreytni okkur að lofa Guð þegar hann bænheyrir okkur, þegar hann
mætir okkur með svona stórkostlegum hætti, og hann hefur oft mætt okkur með stórkostlegum hætti, ekki gleyma því. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og vinna meira með og svona spekulera betur í, enda tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram, að því þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið. Amen.